klárlega á því að við að taka á móti fólki en ég held að sé misskilningur að við getum tekið á móti þannig fjölda við eitthvað svona björgum málunum heima fyrir, ég meina það bara fæðast fleiri einstaklingar á þessum svæði í heiminum á hverju ári en Evrópa gæti nokkuð tímann tekið við, skilur við, þannig að jú, við að hjálpa einstaklingum, en svo við líka hjálpa þessum þjóðum og þessum samfélagum, skilur að byggja upp sín eigin innviði, það náttúrulega fyrst og fremst gert bara með verslun við þau, en líka kannski með beinum stuðningi. Ertu þá á móti fjölskyldusameiningum? Nei, ekkert eitthvað svona í prinsipinu. En eins og það hafa birst okkur núna eins og það hafa birst okkur núna þá held ég að það þurfi klárlega að skoða eitthvað þar, ég meina eins og þau hafa birst okkur þá þetta, þú veist, karlmenn á mínum aldri sem einhvern veginn að leggja á sig eitthvað ferðalag og koma einhvern veginn inn og klukka sig inn í samfélagið og svo öll fjölskyldan tekin inn, skilur, ég held að það sé kannski ekki alveg hugsunin með þessu kerfi, skilur, ég veit ekki alveg hvort að það séu hvatarnir sem við að vera að búa til að það sé endilega hægt, sko. Og ég held að það sé líka alveg þessi verið að skoða eitthvað eins og Danir hafa gert það sem það bara, þú veist, svona útstöð, sko, þar sem þú getur sótt hæli, skilur, þú kemur ekki til Danmörkur og sækir hæli, þú sækir hæli einhvers staðar annar staðar, far samþykki og þá þér boðið